Það hefur alltaf verið mikill áhugi á afréttunum hérna í Biskupstungum. Það var nú þannig að það áttu allir sauðfé sem var rekið á afréttin, mikil tengslu afréttin, þannig að áhugin hefur alltaf verið til staðar. Bara getan að græða upp var ekki til staðar áður fyrir. Nú þetta er nú félag áhuga manna í Biskupstungunum, 50 manns í félaginu og hérna bara snýst þetta verkefni að bæta gróðurinn á afréttunum. Börðum hérna held ég að verið. Nú við erum að reyna að græða upp rófubörð aðalega, að stoppa uppblásturinn hérna fyrir innan Hvítá. Það er svona helsta verkefnið sem er á þessu svæði. Aðferðin er sú að nota rúllur sem við dreifum í börðin. Og síðan er farið með áburðardreifara á eftir og borið á til að styrkja það. Það er svona aðferð sem við búin að nota núna í 10 ár með mjög góðum árangri. Og búinir að stoppa uppblástur á alltaf 15 kílómetrum af rófubörðum. Það hefur verið mikill árangur núna, sérstaklega seinni árun, þannig að veðráttan hefur hjálpað okkur mikið og svo hefur við náð svona miklu leikni í að nýta rúllurnar með því að blása þeim í börðin, þannig að það er mjög auðvelt að stoppa sandfokið eða fokið úr börðan með því. Alveg frábærlega vel og Landgræðslega félagið hefur staðið virkilega vel að þessu verki og hér er komin 6 ára reynsla minnstakosti að þessi aðferðafræði og þetta sýnir alveg frábæran árangur. Við þekkjum í raun og veru ekki aðra aðferð við að græða þessi rófubörð. Hérna hefur verið hraðferða jarðvegsrof og það að koma heyinu í sjálfbörðin og bera aðeins á þetta, það skilar alveg einstaklega góðum árangri. Allt annað að vera að handvinna sáningu og reyna að stinga niður börðin er einfaldlega allt of vinnufrekt. Þannig þetta er stórkostleg aðferð. Það er allir komnir með plöntustaf og bakka. Og hérna plöntustafinn. Annar aðeins gerir göttinn. Komið svona. Komið niður. Ástæðan fyrir því að við þrýstum vel að er svo
það er komið veg fyrir að lyftist upp í vetur. Ef það lyftist upp, það leggst á hliðina og það drefst það. Og síðan höfum við svona cirka 2 metra á milli, eitthvað svona. Núna erum við með krakka úr grunnskóla Bláskógabyggðar, bæði frá Reykholti og Laugarvatni, og við erum hérna við á Landgræðslufélags Biskupstungna í svona fræðslu og gróðursetningarferð. Við farum árlega, einu sinni á ári í svona eina ferð á hausti og kynnum sem sagt starfsemi Landgræðslufélagsins fyrir nemendum og þetta er svona stór þáttur í starfi félagsins. Þessum belgum hérna er fræið og þetta er að vera fyrst blóm.